Ég er hérna staddur með honum Ara Sigurjónssoni sem stundar frisbeegolf og er svona frumkvöðla í því hérna má segja á Suðurnesjunum. Segðu mér Ari, hvað snýst frisbeegolf? Já, frisbeegolf er bara frábær útivera með frisbeegolf snýst náttúrulega bara það að taka svona frisbeediska og þeyta þeim í átt að körfu sem er hérna bara hvað ég segja fer frá tegnum og í átt að körfu og átt að geta kasta þessu í 3 köstum eins og þessi völlur er, þá hérna er hann 18 körfu og hann er allur par 3 nema braut 18, hún er par 4. Þetta er þá bara væntanlega svipað og golf eins og við þekkjum? Já, það eru bara sömu reglur í þessu og í golfinu. Það eru bara allar sömu reglur. Þetta er bara, í staðin fyrir að vera að slá bolta með kylfu, þá notar það hendi og kastar frisbeedisk. Og eru margir sem stunda þetta? Já, það eru náttúrulega margir á höfuðborgarsvæðinu og víðsvegar landið. Það eru náttúrulega margir vellir allstaðar í kringum landið. Það er hægt að fara inn á folv.is og sjá þar alla velli sem eru komnir þar inn á. Þetta er náttúrulega glænir völlur sem er hérna í Njarðvíkurskógur og er 18 körfu og verður bara vinsælli með hverjum deginum. Hérna í Reykjanesbæ það er allan að frá því ég sett inn á síðuna Frisbeegolffélag Suðurnesja, þá voru þar 55 manns skráðir en núna eru orðnir 109 og það gerist bara á þessum 3 dögum sem ég skráði þar inn sko. Og er þetta eini völlurinn sem er hérna? Það eru fleiri vellir, eða ekki? Jú, það er einn annan völlur hérna hjá Bitanum í Reykjanesbæ, eða þar fyrir framan hann, sem er 10 körfuvöllur, eða 10 körfuvöllur. Maður spilar að vísu 3 körfur tilbaka sem eru sömu körfur, nema það eru aðrir bara teigar. Og það er rosa skemmtilegur völlur. Það er svona flottur byrjandavöllur fyrir fólk sem er svona að taka sín fyrstu skref. Þetta er náttúrulega meira svona, þetta er rosalega stór völlur, en það er góður byrjandavöllur. Og hérna, nú veit maður að þeir sem stundar golf kvarta mikið undan miklum tíma sem fer í það. En hvað ertu lengi að spila í svona 18 hóluhring í frisbeegolfi? Að fara 18 körfur hring í frisbeegolfi getur náttúrulega tekið, það fer náttúrulega bara eftir hversu góður maður er, en það er hérna að fara 2 svona saman, 18 körfur hring þú ert svona 2 tíma að því, eitthvað starf í kringu það fer eftir bara gott flæði og ef maður er ekki að skjóta út á suður þar að segja. Og hvað þarf maður til þess að geta byrjað í fólk? Það er nú bara voðalega einfalt atriði. Ég er með byrjandasett fyrir fólk sem er að taka sín fyrstu skref og í þeim byrjandasettum er svona driver og það er middle range diskur og putter. Og það er eiginlega það sem þú þarft og ég er einnig með töskur líka sem að fólk getur nálgast líka hjá mér, en ég er með svona, hvað ég segja, ég er komin aðeins lengra, maður er náttúrulega aðeins að henda og kasta en þeir eru náttúrulega bara mismunandi diskarnir, það er bara, eins og ég segi, það eru driverar og það eru middle range diskar og svo eru maður með putter, og þegar maður er svona smá sérvitur þá kannski vill maður leika sér að kasta einhverju öðruvísi, að svona pröfa. Maður er alltaf að læra, hver dagur, hvert kast, þú lærir alltaf í hverju kasti. Og hvað má hver keppandi vera með eins marga disk og það vill, eða? Já, það er hérna, reglunir eru þannig að þú mátt alveg vera með eins marga disk og þú vilt. Eina sem að reglunir fara fram á er að diskurinn hjá þér sé merktur, hann verður að vera merktur þér. Og svo eru reglunir þannig að, segjum að maður kasti þessum disk hérna og þar sem hann lendir, þá er maður með svona skemmtilegan marker, það er nefnilega það líka og hann verður að vera merktur líka og segjum að karfan sé í þessa átt, þá leggur maður markerinn fyrir framann. Þetta er nú bara eins og í golfinu nema golfið minnir mig gott ef ekki fyrir aftan, en þá leggur þú hérna markerinn fyrir framann, þá máttu taka þennan disk upp eða langar að henda honum aftur og þú hefur svona A4 blað fyrir aftan markerinn sem þú mátt stíga, svo ég getur nú kannski útskýrt þetta. Segjum þetta sé svona og karfan sé í þessa átt, þá hefur það A4 blað hérna fyrir aftan sem þú mátt stíga með löppin inn í en mátt aldrei fara fram fyrir markerinn og síðan máttu meira með syngora eða hvaða löpp sem þú en bara meðan það er ein löpp inn í A4 blaðinu
ef þú ert til dæmis með tré fyrir framan þig, það reynist mörgum erfitt að fá svona, það gerist mjög oft líka, sérstaklega þar sem við erum að spila í skógi. Hérna ertu komin á annan teig. Já, tegur 2. Auðvelt par á fyrstu og ætlar ekki að sýna okkur hvernig á að gera þetta? Já, ég skal reyna að gera mitt besta. Þetta er 70 metra braut og já, ég ætti allan að ná að teig, sko. Eða veist að körfi sig. Þannig að sjáum hvað setur. Það er engin pressa eins og ykkur sagði. Hvað heitir þú? Eyvindur. Og hvað ertu gamall? 8. Ertu búinn að spila lengi frisbeegolf? Næstum því 3 ár. Vá, og ertu svolítið góður? Ég heyrði að þú hefði fengið körfu í kasti, er það rétt? Á hvaða braut var það? 12. Flott kast? Já. Gaman að spjalla við þig.